Já, við ætlum að ræða íslensku, okkar ástkæra tungumál, næstu mínútur. Má menntamálaráðherra þessara þjóðar segja mér langar, ég vill, engannir en ekki engunnir og svo framvegis. Ef hann má það, hvers vegna það í lagi? Ef hann má það ekki, þar þá eða væri æskilegt að sýna sérstaka aðgæslu og meiri virðingu í opinberum aðfinnslum. Velta viðbrögð okkar við málfæri sem margir hafa talið rangt á því umhverfi sem að valda fólk sprettur upp úr. Núllast fortíðin út þegar alþýðu fólk hefur fengið mestu völd sem hægt að fá með ráðherradómi, breytir það við þurfum okkar. Verndum við íslenskuna með leiðréttingum eða ekki? Ég get svona sagt sem dæmi frá eigin brjósti að móðir mín og aðrar mæður í Mývatnssveit þegar ég ólst þar upp vörðu mjög miklum tíma í að leiðrétta okkur börnin og koma okkur sem best svona íslenskulega af stað. Og á þeim tíma voru engin frávik, það var bara rétt og rangt. Og ég held sko að þær hafi þessar mæður unnið fram á nóttstundum í aukastörfum, hjálparstarfi við okkur skólabörnin. Ég held að þær hafi gert þetta vegna þess að þeim hafi fundist þetta jafn mikilvægt þá eins og að bara við værum snirtileg, við burstum tennur og allt það. Ég veit ekki hvort þær sáu það endilega fyrir sér að framgangur okkar í samfélaginu yrði meiri eða betri ef við töluðum gott mál. En það fólst bara svona að þetta voru mannasiðir, virðing. Og nú eru þeir tíma náttúrulega eins og við öll vitum að hér eru alls konar spár framtíð íslenskunnar að þær séu ekkert endilega bjartar. Hafa orðið heilmikil manna umskipti hér í samfélaginu og alþjóðavæðingin hefur náttúrulega leitt til þess að enskan gæti alveg valtað yfir þetta tungumál. Skiptir þá máli að við höfum það laust í formi eða fast í formi? Þetta allt saman finnst mér áhugaverðar spurningar. Og ég held að við getum kallað hann kunnasta málfræðing landsins og íslenskumann sé komin hingað til að ræða þetta mál við mig. Hann heitir Eiríkur Rögnvaldsson. Vertu blessaður, Eiríkur, og þakka þér fyrir að koma til okkar. Þínir ánægjan. Þetta er eiginlega sko þessi umræða sem ég vitnaði í þarna í upphafi inngangsins, hún byrjar eftir viðtal við Guðmund Inga, menntamálaráðherra í síðustu viku. Hún er ennþá sprellifandi. Ég sé að vinir mínir á Facebook, íslenskumenn og áhugamenn, skáld og rithöfundar og alls konar fólk, kennarar, fólk hefur mjög ólíkar skoðanir á þessu. Það er kannski það sem að mér finnst svona spennandi og einn ástæða þess að ég biði að koma og ræða þetta við mig að það er mjög ólíkar skoðanir til dæmis á ýmsu sem að ég nefndi. Byrjum bara á byrjunni. Má menntamálaráðherra segja mér langar, ég vill og enganir, og ef hann má það, hvers vegna? Ef hann má það ekki, hvers vegna ekki? Sko, áður en ég svara því, þá held ég að sé gagnlegt að hafa svolítið formála og þannig við áttum okkur aðeins á því sko af hverju þetta hefur verið talið rangt og hvað liggur á bak við þessar hugmyndir okkar rétt mál og rangt. Þú verðum að fara svolítið aftur í tíman. Sko, íslenska náttúrulega breyttist á mörgum öldum. Hún breyttist heilmikið frá fornmáli fram á 19. öld og hún breyttist án þess að fólk væri mikið svo sem að skipta sér af því. Þetta var bara eðlilegt. Þó að, eins og við vitum, íslenska breyttist minna heldur en grann tungumálin af ýmsum ástæðum sem að Helgi Guðmundsson hefur nú skrifað ágæta grein það sem hann rekur 25
ástæður fyrir því íslenska breyttist lítið. En hún breyttist samt og það kom til dæmis heilmikið af tökuorðum, náttúrulega fyrst með kristninni, síðan kom tökuorður ensku á 15. öld og svo með siðskiptunum kom heilmikið af dönskum og þýskum tökuorðum svo framvegis. En málkerfið hélst að mestu óbreytt, þó svo að ýmislegt, náttúrulega framburður breyttist heilmikið eins og þekkt og það breyttist ýmislegt í beygingum líka. Beyging einstakra orða breyttist, fallstjórn sagna breyttist og svo framvegis. Á þess að menn skiptist mikið að vísu talað það til að Arngrímur lærði hafi verið pass með málhreinsunar á í byrjun 17. aldar en það kannski hafði ekki mikil áhrif. Síðan kemur þarna í byrjun 19. aldar kemur danski málfræðingurinn Rasmus Christian Rask til landsins og hann vekur athygli á því að íslenska sé orðin mjög dönsku skotin og spáði því að í bréfi frá 1813 að innan 100 ára yrði íslenska horfin úr Reykjavík og innan 200 ára þar frá þá yrði hún horfin á öllu landinu. Ef ekkert yrði aðgert og rammar skorður við reistar, sagðan. Og það var einmitt það sem var gert. Það var náttúrulega upp úr þessu hófst vakning sem oft kenndið Sveinbjörn Egilsson á Fjölnismenn og það sem var verið að reyna að rekja burt þessi dönsku áhrif. Og það sem kom þarna til líka þegar svona leið aðeins á 19. öldina, það var rómantíska stefnan í bókmenntum sem að táknaði aftur hvar til fortíðarinnar. Fortíðin var þá í svona gullnum ljóma og það táknaði fornsögurnar og allt það. Og svo kom líka aukin þjóðernishyggja. Og Íslendingar fóru að náttúrulega sjálfstæðisbaráttan hófst ekki strax en Íslendingar fóru að krefjast þess að sérstaða þeirra yrði viðurkennd. Já. Og í hverju fólst þessi sérstaða, menn sáu það að það var gott að leggja þetta upp þannig að sérstaðan fælist fyrst og fremst í því að við höfðum varðveitt þetta tungumál sem hinar þjóðirnar sem upphaflega töluðu sama tungumál hefðu glatað. Og þetta fléttaðist saman, sem sagt, rómantíska stefnan og þjóðernishyggjan í því að þá upphefja fornmálið, nota það sem fyrirmynd og reyna að rekja út allar breytingar sem höfðu orðið, bæði þá vegna danskra áhrifa en líka svona innri breytingar í málinu. Og þetta fór að verða áberandi þegar kemur þarna fram á 19. öld. Og þetta kemur fram til dæmis kom fram í kennslu í lærða-skólanum og svo framvegis. En síðan eflist þetta mjög í byrjun 20. aldar með auknum krafti í sjálfstæðisbaráttunni með ungmennafélögunum þar sem var gífurlega áhersla lögð á náttúrulega þjóðerni og íslensku. Og svo gerist það líka 1907, þá eru sett lög skólaskyldu ungmenna frá 10 til 14 ára og þá fyrst hægt að ná til allra barna og unglinga. Það var ekkert hægt áður. Nei. Og þá sem sagt að búið að reka féð í réttirnar í fyrsta skipti. Einmitt, og þá hægt að ná til þeirra með sem sagt þessum reglum hvernig tungumálið eigi að vera og viðmiðin verða leið miklu fastari og ósveigjanlegri. Ef maður skoðar bækur málfræðinga, jafnvel þekktra málvöndunamanna eins og Halldórs K. Friðrikssonar frá því miðja 19. öld og síðar, þá ýmislegt þar sem nú talið rangt, það til dæmis gert ráð fyrir að þágufallið af Egils í Egli. Það gert ráð fyrir að eignafall með greini af faðir sé föðurs eins, en hvort ekki talið kolrangt núna. Já. En sem sé ákveði greindarpróf hvort sem skrifa föður eða ekki, því margir gera það. Já, einmitt. En sem sé þarna sem sagt mótast þessi harða stefna á seinni hluta 19. aldar og sérstaklega í byrjun þeirra 20.
og þetta fléttast saman við sjálfstæðisbaráttuna. Þannig að sko, það engin góður Íslendingur nema hann tali góða íslensku. Nei. Og góð íslenska var sem sagt sú íslenska sem var kennd, það var bara eitt afbrigði. Og það oft sko, það oft mjög tilvílunarkennt hvað hefur ratað inn í þennan málstaðal. Sko, hvað talið rétt og hvað ránt. Ég hef oft bent á það til dæmis að hérna sagnir eins og vona og vænta, þær tóku iðulega þolfallsfrumlag á 19. öld. Jónas Hallgrímsson skrifar í Fjölni mig vonar. Konráð Gíslason skrifar í Fjölni mig væntir. Sagnir eins og sko, fjölga og fækka sem að núna taka þágufall, hérna skipunum fjölgar og skipunum fækkar. Þær tóku nefnifall á þessum tíma á 19. öld. Skipin fjölga og skipin fækka. Engun dettur samt í huga að segja að skipunum fjölgar sé þágufallsíki. Nei. Af hverju ekki? Það margt sem svona tilvílunarkennt í þessu. Hvað ratað inn í þennan staðal. En sem sé aðalmálið þetta, hann verður þarna til í tengslum við hérna sjálfstæðisbaráttuna og hérna og raun og veru samsamaður henni. Og þetta náttúrulega það sem skilar sér í því sem að þú varst að segja sko mæður í Mývatnssveit og víðar að hérna sko það var þetta var bara hluta því að vera góður Íslendingur að tala málið rétt. En sko og málið það sem við sitjum ennþá uppi með þessi viðmið, þessar hugmyndir rétt og rangt sem voru að mótast á seinni hluta 19. aldar og byrjun þeirra 20. Við sitjum uppi með þær 100 árum seinna þrátt fyrir að þjóðfélagið sé gerbreytt og þrátt fyrir að hérna ýmsar breytingar sko hafi verið í gangi allan þennan tíma eins og þessi svo kallaða þágufallsíki sem hérna minnst kosti 100 ára gömul og sennilega miklu eldri og hérna hefur náð til verulegs hluta þjóðarinnar alveg óhætt að segja en hún samt ennþá talin röng og svo kemur þessi spurning sko tengsl milli þess að tala vandað mál og frávika þessu tagi og hérna þá hérna hef ég oft sagt og get endurtekið einu sinni söguna af afa mínum sem hérna sko var fæddur í Skagafirði 1898 og ég sko hika ekki við að segja hafi talað vandaða og góða íslensku eins og fólkið í kringum hann sem að ég hérna ólst upp með ólst upp hjá og hérna einu sinni hérna heimsótti ég hann þegar ég var í námi og hérna hann fór að tala það við mig hvílík skelfing það væri að ungt fólk hérna fyrir sunnan því allt vont koma sunnan náttúrulega að það hérna segði mér langar og mér vantar og eitthvað svoleiðis og ég hérna spurði en hvað finnst þinn þá að tala að hérna hitta læknirinn eða fara að finna systir sína og hann hérna svona kváði við og spurði svo hvort það var eitthvað athugavert við það og ég sagði að svona samkvæmt þessum venjulegu viðmiðum þá það minnst kosti jafn rangt og hitt og þá þaðan stund og hvað svo upp með það að hérna seinni villan sem sagt læknirinn og systir hún væri betri því hún væri norðlenska þetta held ég viðhorf okkar oft að sko okkar villur þær ekki villur en það eru hinn sem gera villur og sem sagt þá kem ég kannski að þessu með menntamálaráðherra sko ég efast ekki að öll þessi frávik sem hafa verið nefnd í máli hans að þau endurspegla það mál sem hann alin upp við. Ég alin upp við enganir. Ég ekki viss hvort að það var einhvern tímann mitt mál en ég allavega þekki það mjög vel úr æsku og ég jafngamall menntamálaráðherra þannig að hérna mér ekki trúið að hann sé alin upp við það. Og hérna
sko það stundum sagt, og ég bara sá það nú í þessari umræðu sem í gangi núna, stundum sagt að þessi klassíska málvöndunar og málhreinsunarstefna, hún miði að því að koma öllum á sama stað, sem sagt hún miði að því að kenna öllum þetta rétta mál, þannig og dragi þar með úr stéttaskiptingu í máli. Og það hljómar ágætlega í fyrstu, þangað til maður fer að hugsa út í það, heyrðu, sko býtu, réttamálið, það það mál sem sum fyrst og fremst af svona efri stéttum og betur settu fólki sem sum drukku í sig með móðurmjólkinni. Önnur gerði það ekki. Þetta mál, réttamálið, það ekki mál verkafólks og sjómanna. Nei, en það samt rifist það hvort sko mál alþýðufólks var að jafnaði eitthvað síðra heldur en menntaðra. Já, það nefnilega málið. Sko, hvað merkir síðra? Hvað merkir síðra? Sko, það sem að sko, ég var að segja áðan. Ég tek ekki mál að afi minn og fólkið í kringum hann hafi talað eitthvað síðra mál heldur en mentafólk. En það voru alls konar frávik í því máli sem ekki hafa verið viðurkennd. Og það sem að sko var náttúrulega sko þetta með að koma öllum á sama stað, sko það þýðir auðvitað að börn sem alin upp við eitthvað annað, þau þurfa að leggja miklu meira á sig heldur en hinn sem fá þetta ókeypis, svo má segja. Og svo það líka það að mið nú bara við þann tíma sem menntamálaráð hefur bara alast upp á og ég, sem sagt einhvern tímann kringum 1960 og upp úr því. Þá var náttúrulega, sko, það getur vel verið að skólakerfi hafi kennt einhverjum sem sagt leiðrétt einhverja og breytt máli einhverja. En það var sko þá háð því að fólk væri í góðum innan gæsalappa skólum og góðum bekkjum. Við vitum það vel að á þessum tíma voru tossabekkir í skólum. Já. Og við vitum það líka á þessum tíma þá fór ekki nema það var náttúrulega, þetta var kent í barnaskólum eitthvað, en fyrst og fremst náttúrulega var hamrað á þessi í menntaskólum. Og það var ekki nema lítill hluti hvers árgangs sem fór í menntaskóla. Þar af leiðandi, sko, þá bara ekkert hægt að gera ráð fyrir því eða ætlast til þess að fólk sem fólk af alþýðu stétt sem ólst upp við það mál sem var venjulegt meðal venjulegs fólks á þessum tíma. Það ekki þetta ætlast til þess að það hafi haft tækifæri til þess að tileinka sér þetta svo kallaða rétta mál. Og þá spurningin, sko, eigum við að segja eigum við að hafa eitthvað inntökupróf á Alþingi eða ráðherrastól, inntökupróf í íslensku, eigum við að segja að fólk sem ekki talar hið rétta og viðurkennda mál, það eigi ekki erindin á þing eða erindi í ráðherrastól. Það auðvitað andlýðræðislegt. Ég aðeins yngri en þú, en sko í mínu námi þá var málfræðihlutin, honum var eiginlega öllum lokið í 10. bekk. Ég man eftir mjög lítilli málfræðikennslu í framhaldsskóla. Þannig að það var búið að leggja grunn svolítið að því, og það var eitt miklum tíma, mikilli orku bæði innan skólans og utans í reglur. Þetta voru reglur. Já. Og það var eins með þetta eins og bara Pýþagórasarregluna eða eitthvað svoleiðis. Þetta voru reglur. Það virðist vera svona mjög á flökti núna. Þú hefur bent á alls konar frávik og meiri sveigjanleika heldur en við kannski áttuðum okkur á. En það eru svo margar spurningar en sem kvikna, ekki síst við að hlusta á þig, koma með þennan prýðilega inngang og þessa samantekt og setja þetta í þetta samhengi. Ein ef við höldum áfram að tala bara um tungumálið og förum síðan að tala kannski um völd. Hyggur þú að
þessi alúð við íslenskuna sem að einhver myndi kalla offors, hreintúkustefnan, hvernig við tókum á því þegar Austfirðingar urðu flámæltir og svo framvegis. Hyggur þú að þetta hafi átt þátt í að halda íslenskunni enn til sem tungumáli sem við getum eiginlega öll notað til að tjá okkur sama hvaðan við komum? Var þetta gott fyrir verndun íslenskuna eða var þetta ekki gott fyrir verndun íslenskunar? Sko, það fyrir í hvaða tímabilu verið að tala. Það náttúrulega ljóst að Ég að tala hann á 20. öldina sem að þú varst að vísa til þegar við förum. Já, það náttúrulega ljóst sko að það sem að gert á 19. öld skipti máli, sko, sem sagt að reykja burt ýmsar ýmis dönskorð og allt það, sko, en við skulum bara sko horfa á hverju þetta hefur skilað. Það búið að vera hamast gegn þessari svokölluðu þágufallssýki í minnstakosti 80 ár. Með þeim árangri einum að samkvæmt rannsóknum, að það til þó nokkrar rannsóknar því að þá breiðist hún sífellt út. Og sko flámælið, þær aðferðir sem sko var beitt til þess að útrýma því hún bara hreint ekki til fyrirmyndar og sko án þess að ætla að fara út í það sumar þeirra myndu klárlega vera barnaverndarmál núna. En Getur þú skýrt aðeins betur svona? Nei, ég meina það var bara verið að sko taka börn út úr bekkjum og það var verið að sko hæðast að eða sem sagt gera lítið úr málfari þeirra og svo framvegis. Þannig skuggahliðin. Já, ég þekki þá sögu ekki nógu vel sko, en hún hefur verið könnuð sko. En sem sagt svo þetta sko með þessar dæmigerðu svokölluðu málvillur sem endalaust barist gegn. Þær skipta sko nákvæmlega engu máli fyrir framgang og verndun tungumálsins. Sko hvort við segjum sko ég hlakka til, mig hlakka til eða mér hlakkar til, hvort við segjum mig langar eða mér langar, sko af hverju skiptir þá engu máli að við skulum vera hætt að segja sko skipin fækkuðu og segjum núna skipunum fækkar. Sem sagt flestar þessar svokölluðu villur sem hefur verið barist gegn. Það snúast annars vegar breyttar fallmyndir orða. Það til dæmis oft rætt það hvort að ég segja hurðar eða hurðir eða eitthvað svoleiðis, eða hvort að ég segja vegna klæðningu vegarins eða vegna klæðningar og svo framvegis. Ég myndi segja klæðningar. Já, og ég líka, en sko þetta og síðan þessi fallstjórnsagna. Það sem að skiptir máli að orðin haldi áfram að beygjast og sagnirnar haldi áfram að stjórna einhvernum föllum. En sko það að tína til sko ótal dæmi að bæði beygingamyndir orða og fallstjórnsagna hafi breyst frá fornu máli án þess að það hafi skadað tungumálið af því að við getum séð og í flestum tilvikum án sem við höfum hugmynd það. Eða semst venjulegir málnættundir hafi hugmynd það. Og þá spyr ég bara sko til hvers að vera að eyða tíma í að berjast gegn langt gengnum breytingum sem augljóst að hafa engin skaðleg áhrif á málið. Þannig að það ekki vegna þess að þú sért einhver ástæðishyggjummaður og þú sért orðin allt og líbó sem að ástæðin sem hún þú hefur alltaf hagsmuni í íslenskunar. Já, ég tel mig vera raunsæismann í þessu. Mér finnst sko blóðugt hvað mikill tími og orka fer í að amast við einhvernum svona smávælegu breytingum sem nákvæmlega engu máli skipta í stað þess að sko nýta þennan tíma í það sem máli skiptir sem sé að þjálfa nemendur í að beita tungumálinu á fjölbreyttan hátt
og annað slíkt. Og setja nýtt fólk sem kemur til landsins með föstum hætti inn í íslensku nám, ekki Tala nú ekki um það, já. Já. Sko, þannig að ég heyri á þér að Guðmundur Ingi má tala eins og hann gerir. Sko, mér finnst það og ég, sko, það sem ég vil bara fá fram sko, hvað, ef hann má það ekki, hvað erum við þá að segja með því? Erum við að segja, við bara getum ekki, það skiptir engum máli hversu sko hæfur maðurinn er. Nú er ekki að tala um hæfni hans í þessu starfi, sko. Það bara allt annað mál. En þó að væri við svo algengt að sko í þessar umræðu það væri sagt, hann sagði, sko, mér hlakkar til. Þar af leiðandi er hann óhæfur. En við sleppum því nú, sko. En sko, hvað erum við að segja ef við segjum ráðherra má ekki tala svona, þá erum við að segja, já, annarkvort, það verður bara að hafa eitthvað próf áður en að sest í ráðherrastól, eða það verður að gera kröfu að ráðherra fara á íslensku námskeið. Sko, með því að gera kröfu að ráðherra tali það sem kallað lýtalaus íslenska stundum, þá erum við náttúrulega líka útiloka það að fólk af erlendum uppruna flest komist nokkuð tíma til mikilla metorða af því að þó að margt af því tali góða íslensku þá er fæst sem tala lýtalaust mál. Sko, erum við, sko, það er bara sem sagt andstætt lýðræðinu að setja einhver svona skilyrði. Hvað með trúverðugleika og virðingu? Núna get ég grafið aftur aðeins í eigin minni þegar ég byrjaði kornungur sem blaðamaður, bara 19 ára gamall. Þá fannst mér til dæmis að málið á fréttatilkynningum frá hinu opinbera væri ágætt. Mér fannst ég hraka mjög og eftir því sem að mér fannst framsetningu tungumálsins hraka bar ég minni virðingu fyrir viðkomandi ráðuneyti og þetta var mikið rætt á meðal blaðamanna og hvað með svona þætti? Spurningin er, hvernig rakaði málinu? Rakaði á þann hátt að þú færir allt í að sjá sko fullt af dæmum mér langar eða ég vill eða eitthvað svoleiðis eða þessar klassísku málvillur? Ég held ekki. Ég held ég hafi rakað á einhvern annan hátt. Og sko ég er alls ekki, sko mér finnst sjálfsagt að gera kröfur til máls og málbeitingar fólk vandi sig. En eins og ég sagði, það er bara ekkert sama sem merki milli sko vandaðs máls og þess að segja sko mig langar eða eitthvað svoleiðis. Þetta er bara sko mál getur verið vandað þó að það sé í því alls konar frávik frá þessum einstaklingslegum reglum sem að hafa verið kenndar. Ég kannski aðeins að reyna að koma inn á það að ef virðing manns fyrir stofnun minnkar vegna þess að eins og manni hefur verið kennt tungumálið í samfélaginu að manni finnst að ýmsu sé ábótavant. Ég er alls ekki bara að tala um málfræði eða beygingu, ég er líka að tala um bara hvernig kjarni málsgreinar týnist í alls konar aukaflúri og svo framvegis en ef sem sagt kjörinn fulltrúi sem orðin er ráðherra ef hann tjáir sig þannig að sumum kjósendum og borgurum samfélagsins finnst það ekki nógu gott, þá náttúrulega er það bara þannig. Já, ég veit alveg hvað þetta tala um og skil það vel og þetta er það sem að sko athugasemdir sem ég fæ oft við mín skrif sko að það er fólk segir bara ég bara þoli ekki þágufallsýki bara bara fer svo í mig og eitthvað svoleiðis og ég skil það mjög vel vegna þess að ég er náttúrulega alin upp í þessu umhverfi líka og ég
á ennþá þrátt fyrir hafa haft þessa afstöðu sem ég hef núna í langan tíma. Ég var mjög harður málvöndunarmaður á sínum tíma. En þrátt fyrir þetta þá kippist ég alltaf við þegar ég heyri mér langar eða eitthvað svoleiðis og ég má passa mig að ég setji ekki mælandan ósjálfrátt skörlægra í huga mér. Þetta svo djúprætt í okkur. Það sem ég segi ef við ætlum að draga úr eða afnema málfarslega stéttaskiptingu þá gerum við það ekki með því að kenna öllum að segja mig langar. Það vonlaust. Það búið að reyna það í 80 ár. En það sem við eigum að gera að kenna öllum umburðarlyndi. Reyna að kenna fólki að bera virðingu fyrir öðru fólki, því málfari sem það alið upp við, vegna þess að málfar sem við erum alin upp við, það á vissunar hátt hlut af okkur sjálfum, hlut af sjálfsmynd okkar og ef að það ef okkur sífellt sagt að það sé ránt, við kunnum ekki, eins og við verið oft sagt við unglinga, við kunnum ekki íslensku, tala ekki íslensku, það náttúrulega ekki til þess fallið að auka áhuga þeirra á að nota málið. Nei, ég held að sumir upplifa það þannig að þeir foreldrar sem eru duglegir að hjálpa börnunum sínum í starffræði, þannig að þeir verði góði starffræðingar, þeir muni bara njóta þess og börnin, ekki síst, aðalega börnin. En ég held að sumir upplifa þannig núna ef þú ætlar bara að vera mjög duglegur að hjálpa barninu þínu að skrifa og rita þá íslensku sem að þér hefur verið kennt að skipti mestu máli, þá sé ekkert endilega alveg ljóst að það hafi neinn úrslit áhrif. Það nú einhver stórkostlegu misskilningur því að það sem að skiptir einmitt máli að styðja börnin sem allra mest og best og tala við þau og lesa fyrir þau og lesa með þeim, hjálpa þeim sem best í skólanum. Já. Og það sem að ég hef sagt, ég var nú að skrifa þetta pistil bara í morgun, auðvitað, við eigum ekki að kenna börnum að það sé réttara að segja mig langar heldur mér langar. Nei. Ef þau eru alin upp við, hafa alist upp við að segja mér langar, þá eigum við að leyfa þeim að gera það. En börnin eiga hins vegar rétt á því og kröfu á því að vera frædd þessi tilbrigði, þau hefur kröfu á því að vera frædd það að það hafi verið talið ránt að segja mér langar og ég vill og eitthvað svona og það geti ef þau noti önnur tilbrigði þá geti það við ákveðnar aðstæður komið sér illa fyrir þau, komið þeim í bobba. Mér finnst bara, eins og ég segi, mér finnst bara eðlilegt að börnir séu frædd þetta. Og ef það ekki gert þá finnst mér skólinn raun og veru vera að bregðast þeim vegna að svona þetta hvort sem okkur líkar betur eða verið og þetta með þessu ég ekkert að viðurkenna réttmæti þess að gera upp á milli tilbrigða, heldur bara að viðurkenna staðreyndir. Og en meginatrið að nota málið og foreldrar aðstoði börn sín á allan hátt og og ég fæ þessa stundu þessa spurningu var þá allt sem ég lærði bara unnið fyrir gíg og getum við þá ekki bara hætt að kenna íslensku og sem betur verið þá pelst íslenskukennslan ekki bara í því að kenna hvað rétt og hvað rangt. Nei, ég ekkert viss að tímanir hafi breyst svo mjög mikið frá þeim árum þegar ég ólst upp og var í grunnskóla að yngstu börnin mín, þau segja mér að nú sé virðing borin fyrir þeim sem leggja áherslu á góða íslensku, tala góða íslensku. Ég hef heyrt krakka segja að það sé ekkert mál að tala ensku þannig að allir skilji mann en það sé mjög erfitt að tala góða íslensku. Þannig að ennþá virðing metin
að einhverju leyti í því hvort jafnvel börn tala þannig íslensku að önnur börn hrífast af því eða ekki. Þannig að ég held að þetta sé mjög mikilvægt mál. Ég ætla aðeins að fara yfir í völdin vegna þess að ég las... Ég verð aðeins að fá að gripa fram í. Ég verð að fá að segja, þetta kalla ég nefnilega ekki virðingu. Þetta nefnilega málið að börnin alast upp í því að það sé óskaplega erfitt að tala góða íslensku en ekkert mál að tala ensku. Og hvað þýðir það? Það þýðir það að þau vilja miklu fara að tala enskuna. Ég er ekki viss það sé skilningurinn þannig þetta ofta ég held bara að þeim þykir raunverulega vænt þessa tungu og ég heldur sé ekki að tala mér langar heldur hvernig þú setur fram þitt mál og það er fínt en það er bara þannig alls konar rannsóknir sína það að íslenskan hefur ekki gott orð á sér sem kennslugarinn í skólum af því að nemendur tengja hana mikið við leiðréttingar og rétt og rámt og eitthvað svoleiðis. Já, það er náttúrulega algjört hneyksli að við sinnum ekki fólki sem nýtt hér á landi betur í því að setja það inn í tungumálið en við gerum en það er svona efni í sér þátt. En mér langar aðeins núna að fara yfir í umræðum vald vegna þess að ég held að las pistil Guðmundar Andra Tórssonar sem að ég var að öllu leyti sammála hvað maður að segja að það væri hann segir ég myndi aldrei nokkuð tíman amast opinberlega við tungutæki annars fólks eða gera það sérstaklega umtalsefni og ég bara sammála öllu en í lokin segir hann þetta snýst nefnilega vald málfarslegar aðfinnslur snúast vald eins og alltaf þegar reynt að gera lítið úr fólki. Ég held kannski að viðbrögðin við þessu sýni það að mörgum finnist þetta ekki bara snúast vald. Það getur tekið undir ég veit alveg hvert hann að fara. En mér finnst þetta svolítið einföldun, að það snúast bara vald. Það eru alls konar tilfinningar, það er hjartað sem við leggjum í einmitt sérstöðuna að vera hópur fólks sem talar tungumál. Það getur vel verið að við séum ekki beita réttum aðferðum til þess eða bestu aðferðunum til að vernda tungumálið en ég sé mikið tækifæri kannski líka í því innan alla gremjuna og stóru orðin og ólík sjónarmið gagnvart því hvað er vald og valdbeiting og hvað er pólitík og skiptir máli úr hvaða umhverfi ráðherrann kemur, veltur viðhorfið þitt á því hvort þú styður ríkisstjórnina eða ekki. Það sem ég sé gott í þessu er að ég held að maður skynji ástríðu þjóðar til að halda íslenskunni. Já, en það er auðvitað snýst fleira en vald en það er mjög oft samt vald á bakvið þetta og það er tungumálið er mjög oft notað á þann hátt og ég hef nátt vitnað í það var grein í Morgunblaðinu fyrir nokkrum árum eftir fyrrverandi þingmann, hann nýlega fallin út af þingi sem að vera að segja frá fundi með öðrum þingmönnum og þar var millifyrirsögnin þágufallssjúkur þingmaður og þar var hann að vitna í sem sagt eitthvað sem annar þingmaður sem fundið hafi sagt. Var þetta í Mogganum eða? Þetta var í Mogganum, þetta var kom reyndar í ljós að hann hafði misskilið eða mishert það sem var sagt en það skiptir ekki máli, það sem skiptir máli er að millifyrirsögnin þessi þágufallssjúkur þingmaður og þar eiga lesendur augljóslega skilja sem svo það er ekkert marktakandi á þessum þingmanni. Já. Það er óþolandi ástæða. Já, það er það og þetta er oft gert og á Alþingi í gamla daga þá var það notað gegn þingmönnum að þeir væru flámæltir. Annað hitamál, það er hvenar á að leiðrétta ef einhvern veginn og hvernig og ég sá til dæmis að Ólína Þorvarðardóttir hafi komið inn á þinn Facebook þráð
og var að reyna að rukka þig hérna rök fyrir því að þú sagðir að rannsóknir sýndu að það bætti ekkert tungumálið, leiðréttingar á því. Ertu þá að tala sem sagt opinberar eða sko innan heimilanna? Nei, sko, það mál snerist var sko leiðréttingar við börn á máltökuskeiði. Já. Og hérna það sko ég hef nú skrifað þetta og hérna það ekki til neinar íslenskar rannsóknir á þessu en það til erlendar rannsóknir sem benda til þess að svona beinar leiðréttingar við börn á máltökuskeiði þær skili sára litlu. Þú þarft að reyna að skýra fyrir þeim af hverju hlutirnir. Ef þú segir sko við barn þú átt ekki að segja hérna mér langar, þú átt að segja mig langar. Þá skilar það búða litlu. Miklu árangursríkara að sko endurtaka það sem barnið segir með breyttu orðalagi. En lang árangursríkast bara að tala sem mest við barnið, hafa sem mest hérna mál fyrir því. En sko ég legg áherslu á það og hef marg sagt það að auðvitað ekkert að því og eðlilegt að foreldrar leiðrétti börn sín á máltökuskeiði. Sko þó að eins og ég segi margt bendir til þess að það skili voða litlu. Sko við vitum það að mjög margar af þeim villum eða þeim frávikum sem í máli barna leiðréttist af sjálfu sér. Sko, ég meina börn beygja sterkar sagnir veikt, sko, þau segja ég býtti en ekki ég beit og eitthvað svoleiðis, sko. Og það bara leiðréttist af sjálfu sér. Og hérna mikið af þessu gerir það. En aftur á móti leiðréttingar, óumbeðnar opinberar leiðréttingar á máli fullorðinsfólks. Þær eru náttúrulega bara dónaskapur og ekki að þekkjast. Hitt allt annað mál að hérna... Getur náttúrulega verið hrein pólitík líka. Já, að sjálfsögðu. Hitt allt annað mál, sko, ef ég fæ texta til yfirlestrar, þá auðvitað hérna ger ég athugasemdir við hann og hérna ef ég sæi sko mér langar í einhverjum texta sem ég fengi til yfirlestrar, þá myndi ég vitanlega hérna ekki leiðrétta það. En ég myndi benda höfundinum á að þetta ekki það sem viðurkennt. Sko, og annars væri ég að svíkjast þetta eins og við segja áðan, sko, að þetta spurning framsetningu. En hvað með þá hugmynd að það væri æskilegra til dæmis þegar Gunnar Bragi var var skipaður í utanríkisráðherra og þá töluðu margir að hann skorti bakgrunn til þess að takast á við það verkefni á erfiðum tímum. Hvað með sjónarmið þeirra sem að telja við ættum alltaf að reyna að raða ráðherrum þannig að sem sagt helstu styrkleikar þeirra í fortíðinni kemur fram? Já, það finnst mér bara eiginlega ekki koma þessu máli við, sko. Vegna þess að þar ertu farin að horfa á eitthvað miklu fleira heldur en bara málfarið. En það sem eina sem ég að segja við eigum ekki að hérna, sko þá, við ekki geta sagt, já þessi hérna tiltekni þingmaður, hann hefur sko afbraskoðan bakgrunn til þess að takast á við verkefnin í sínu ráðuneyti. Vandinn bara sá að hann segir mér langar og þess vegna getum við ekki gert hann að ráðherra. Sko Guðmundur Ingi hefur náttúrulega líka fengið á sig gagnrýni fyrir skort á enskukunnáttu. Þannig að þú veist... Já. Herðu, við skulum hérna enda þetta spjall, Eiríkur, það er búið að vera mjög forvitnilegt að hérna heyra þín sjónarmið og rökstuðning fyrir ýmsu sem að við erum svona maður veit ekki alveg hvar tak og hvar ekki. Ég held að það sé fínt, ég held að það séu bara margir sem upplifa sér svolítið núna að þeir séu svífandi í lausu lofti og það er bara ljómandi. En hérna það sko líkurnar á að íslenskan lifi af. Hverjar eru þær? Sko, þær hérna eru að minnsta kosti ekki á nokkurn hátt tengdar því hvort við segjum sko mig langar eða mér langar. Ég átta mig alveg á því. Ég er að bakka svolítið út úr. Já. En hérna, sko ég veit það ekki. Ég hérna held að þær geti verið ágætar ef okkur tekst að svona vekja, fyrsta lagi bara svona vekja almenna vitund það að það bara ekkert sjálfsagt að íslenskan hérna að svona fámenn þjóð sko eigi sitt sérstaka tungumál sem notað á öllum sviðum
og fólk bara fara að gera eitthvað í því og svo náttúrulega að okkur takist að kenna þeim sem koma utan að og setjast til takist að kenna þeim íslensku og fá þau til þess að nota málið. Þá getur íslenskan alveg lífun sem betur fer þá var gert átak í því að koma íslenskunni inn í þetta stafræna umhverfi með máltækni átaki stjórnvalda og það skiptir miklu máli en við þurfum sem sagt að virkilega gera átak í því að koma íslenskunni til fólks sem flytur hingað og að vekja Íslendinga til vitundar alla þessa óþörfu ensku sem allstaðar í kringum okkur. Já. Gæti farið eins fyrir okkur á Walesverjum þar sem að tungumálið velskan, hún að hluta til einmitt stéttartæki. Það eru svona menntaðri og yfirstétt sem að kann það tungumál og notar að stundum sín á milli til þess að aðgreina sig frá öðrum hópi sem talar bara ensku. Það gæti alveg gerst og það sem að gerðist til dæmis á Írlandi það sem að írskan núna algjört minnihlutamál. Írskan hrundi af fáum áratugum 30-40 árum á miðri 19. öld frá því að vera mál meirihlutans yfir að vera algjört minnihlutamál og ástæðan fyrir því hún hrundi sagði írskur málfræðingur sem ég heyrði fyrirlestur hjá fyrir nokkrum árum var sú að foreldrar komist að þeirri niðurstöðu að börnunum þeirra myndi vegna betur ef þau ælust upp með ensku sem aðalmál. Og ef Íslendingar komast að þeirri niðurstöðu að börnunum okkar vegni betur í heiminum með ensku þá gæti þetta gerst líka hér. Það þarf að vera hvati. Já, mjög áhugavert. En Eiríkur, ég veit það að við erum aðeins konið fram yfir þann tíma sem að ég nefndi að við ætluðum að verja hér í að mér finnst allavega áhugaverða umræðu. Kæri þakkir fyrir komuna. Takk fyrir mig. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum hér áfram með dagskrá Rauða borsins eftir andartak. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.